göngu sína þennan þriðjudaginn. Það nú bara eiginlega lögreglumála og skulle vera að tala onni í þetta. Þetta lag. Já. Eins og þið heyrið að þá Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull mættur inn í stúdíóið eins og alltaf á þriðjudögum. Hell yeah! Ég ætla að bjóða þig bara velkomin. Já, þakka þér fyrir. Ég heyri það út í stuði. Já, kallinn feskur, maður. Já, akkur svona feskur. Þokkalega þéttur á kantinum. Ertu nettur þéttur? Bling, bling on the fling, fling. Já, enda, ekki ástæðalausu því að við erum með frábæran þátt í dag. Útsi, sko. Útsi, þetta er eitthvað nýtt í þær. Já, þetta er nýtt. Útsi. Við erum með stórkostlega þátt og ber þar hæst. Við erum með hitaklefan og svo ætlum við að halda áfram að ringja til útlanda. Hringdu til Kína síðast og ætlum að ringja til Japans í dag. Já. Við erum með sturlaða staðreyndir. Ó, já. Við ætlum að halda hans áfram með, homma hátíð bangsa. Ó, já. Ég hringdi nokkra í gær. Það stefnir í metaðsókn á hátíð bánsalegra homma eins og stóð orðrétt í fréttablaðinu. Ætlum að leika okkur aðeins meira með það eiginlega bara halda áfram að stríða Rikka G svona meira. Það er fyndið, það er alltaf fyndið að stríða skrýtnum köllum eins og honum. Já, finnst þér ekki skrýtin kall? Já, svona pínu. Já. Astanlegur. Nei, það er ekki ræði. Mér finnst það gaman að segja eitthvað svona því að ég veit að þú vilt ekki fylgja með að þið erum í útvarpinu. Já, sko, Rikki Svo leiðu þú búin að setja lag í loftið þá bara djöfisins fíblið er hann. Nei, Rikki er toppgaur. En það er, sko, þú og Rikki erum ekki ólíkir. Nei, það er nefnilega málið. Báðir hressir og... Báðir hressir, litlir og feitir. Já. Og það er eina sem þarf í lífinu. Já, það þarf ekkert meira. Nei. Þannig að eins og heyri, þá er topp þáttur í okkur. Hvað ertu búin að vera að gera þessa viku síðan varst þetta síðast, Sverris? Hvað er svona borið hæst í þínu lífi? Þú segist að ég bara, þetta rennur allt í eitt. Er þetta bara Groundhog Day hjá þér? Svolítið þannig, sko. Vakna með börnin og... Nei, heyrðu, já, nú er allt komið í rútínu, maður. Já, giftur maður. Rútínan, maður. Já, giftur maður, það er nú algjört aukaðatriði, sko. Það er nú bara eitthvað á papírónum. Er það ekkert búið að breyta lífiðinu neitt? Það er aldrei fyndið, það er alltaf verið að tala sko, já, það þið verður nú að gifta ykkur, sko, og veist, þetta er svo gott upp á allt svona, sko, ef ég fell frá og svona. Já, við skulum vona að það sé ekki að vera að gera. Nei, skilur við, en það er oft talað um þetta, sko. Já, þetta sé gott ef þú deyrð. Já, eða veist svona, það er gott að vera Rómantískt. Skilur við, en það er aldrei talað um, það er alltaf talað um að kallinn deyi. Það er alltaf svona, já, gott að gifta sig, veist, ef að Jón deyr, eða, veist, það er aldrei hugsað að það sé gott að gifta sig ef konan deyr. Nei, það er ekki bara sama dæmið það? Jú, ég held það nú, sko. Já, kannski vilja bara fleira að þú deyr. En, já, þannig að það hefur lítið breyst þó sért giftur maður. Já. Allt gengur sinn gang bara. Allt gengur sinn vana gangi í persónulega lífinu, maður. Já, svo er þeir að koma hérna líka MC Gauti og Björn Jörundur. Já. Þeir koma hérna í heimsókn til okkur eftir líka, þannig að það er, já. Það er áhugaverð blanda, maður. Já, þeir eru nú frekar ólíkir, eða ekki? Gæti ekki MC Gauti verið bara sonur Björsa, eða? Það gæti flesti verið sinni Björsa. Já, hvað er Björn Jörundur gamall? 40? Já, cirka. Ekki? Já. Og MC Gauti hérna í kringum 20, þannig að það væri bara ekkit óeðlilegt, þetta væri svona hans. Feðgarnir. Já. Rapp-feðgarnir. Er einhverju góði feðgar að búa til tónlist í dag? Náttúrulega Heppi. Guðmunds. Já, og svona hans. Þeir eru að smíða. Það er ekki eiginlega svona eina bara. Maður heyrir ekkert mikið bara, já, og svo pappans og... Nei, það er sko, pappina Þórunnar Antoníu er náttúrulega legend, sko. Já. Þau hafa verið eitthvað ekki beint búa til saman en þau hafa svona verið að vasast í tónlist. Já, en hann er náttúrulega að gera texta og svona, það ekki? Þau hafa ekkert gert einn lög saman. Nei, ég held ekki. Það er feðgar í tónlist, það er eitthvað fyrir eitthvað minnum það. Kannski verður bara fyrst núna jólinn þegar ég og Kiddi Blöð tökum jólaplötun okkar. Það væri ég til þess að pappa minn syngja eitt jólalag. Hann er bara svo, hann myndi aldrei gera, það er alveg sama hvað... Setja á hann jólahúu, maður. Sama hvað hann fengi borga fyrir það. Hann myndi aldrei svo pappa minn setja með jólasuna hú og syngja eitthvað jólalag. Ég væri til í. Pappi þinn er mun flippaður en pappi minn. Já, pappi var kallað Svetti Skrýpo þegar hann var Þannig að maður hefur nú ekki langt að sækja ruggli, sko. Var hann kallar þetta alveg, Svetti Skrýpo? Svetti Skrýpo, maður. Já, pappi minn er svona meira feiminn. Já, en það væri nú aldrei góður rekkur og myndi hringi í hann svona þegar hann er drígu jólum. Já, og reyna að gappa hann í þetta. Reyna að fá hann í svona að pappi minn sé til í að syngja smá brotu. Við erum búin að semja svona fjölskyldulag. Ég og Sveppi skilur búin að semja lag. Okkur tókst nú að dobla mömmur okkar í 100 metra sprettlöp. Já, innan hús. Já, ég nota það líka. Ég segi pappa, mamma er oft hjálpað með þáttinn og hvernig verður þú myndir nú sína stráknum sem á stöðunni og taka eitt jólalag með mér? Já, og það er bara að syngja eitt erindi og viðlag.
Við tökum það. Það verður hérna í nóvember. Það verður í nóvember, en við skulum bara fá fyrsta lag þáttarins og það er Florence and the Machine með einhverju Calvin Harris remixi. Lagið heitir Spectrum. Spectrum og Calvin Harris remix eitthvað. Ég bara ekki það vel að mér í tónlisti, ég get útskýrt þetta eitthvað betur fyrir ykkur, en það stendur inn í tölvun eitthvað Calvin Harris remix. Já, hún sker sig úr með röddina þessi gæla sko. Já, þetta er stórkostleg hljómsveit. Þetta er bara, mér stöðu það mörg lög að ég actually var til að fara tónleika með þeim sko. Ég var bara til að þekkja þau. Ég var til að hafa það heima með núna. Já, ég líka. Það er eins og að komið að slúðri og ég ætla að byrja slúðurpakkan á leiðindarfréttum. Ég held að það nú ekki farið fram hjá mörgum, en já, leikarinn Michael Clarke Duncan, hann er látinn, aðeins 54 ára gamall. Þetta er maður sem að sló í gegn í kvikmyndinu The Green Mile og var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt þar og var einmitt frábær í henni. Og ég segi nú bara, coffee will never be spelled the same. Nei, þetta ég sá þetta í gær á Facebook og maður fær bara svona pínu í magan. Ég þekkti mannin ekki neitt, sko. Nei, hann var samt svo góður í Green Mile. Já, líka bara virkaði sem toppnáðingi, sko. Hann fekk hjartaáfall 13. júlí og náði sér aldrei almennilega eftir það og lést svo í gær. En hann ásamt því að vera góður leikari, þá var hann lífvörður og var meðal annars lífvörðurinn hans Michael Jordan, vissir það? Já, alveg rétt. Var með honum heil lengi og svo var hann líka lífvörður fyrir LL Cool J og Will Smith og fekk svo stóra breykið í kvikmyndinni Armageddon árið 1998 með Bruce Willis og félögum og sló þar í gegn. Og hann hefur nú aldrei leikið síðan, maður. Já, þetta er sorgartíðindi og megi hann bara hvíla í friði. My name is John Coffey. Nú nærði hún rosalega. It's like the drink, but not spelled the same. Akkurat. Þetta var svona, sko. Þá er komið að næstu frétt og það eru vinkonunnar Cheryl Cole og Rihanna. Þær hafa verið vinkonur núna í smá tíma og virkilega huggulegir kvenmenn þarna á ferð. En nú var Cheryl Cole að viðurkenna í útvarpsviðtali að hann hafi dreymt skemmtilegan draum sem að Rihanna var í núna daginn. Og þeir fóru svona eitthvað að spyrja hana betur út í þetta og þá sagði hann að þær hafði átt innilega stund í þessum draum. Og henni leiddist það ekki, sagði hann. Já, og þær hafa nú eitthvað djókað með þetta áður. Rihanna hefur sagt að ef hún ætti að eiga eina kærustu og þá væri það Cheryl Cole og það er eitthvað svona. Þær eru með eitthvað lessu daður hérna sín á milli. Ég get ekkert orðað þetta öðru í sig. Er það ekki svona til að stuða fjölmiðla og búa til eitthvað svona fussy-bussy? Svona tvær, hrikalega myndarlega konur eitthvað svona og vera að stríða ungum piltum. Það er náttúrulega mikið af huggulegum konum sem koma frá Barbados. Barbados? Já, hvað ert alltaf að googla þegar ég byrjaði að tala skoður? Ertu núna að monta á því að þú veitir hvað Rihanna er? Ég er ekki að googla þetta, ég bara veit þetta. Já, hún kemur frá Barbados. Já, Saint Mikael þar, fættist þar. Já, ég mitt. En Cheryl Cole, ég verð nú samt að gefa henni það. Það er fáar huggulegri en hún. Já, ég er svona, maður stundum með svona celebrity crush. Maður ekki eins og í Friends, þá voruð með svona top 5 lista. Ef einhver frægur myndi koma inn í líf þeirra, maður ekki þeirra Ross var með þetta. Já, nei, mann, þetta reyndar ekki. Hvaða þáttaseríu var þetta? Þetta er sennilega 7. sería. Cheryl Cole var 14. þáttur. Ofalega á mínum top 5 lista, held ég. Já. Hún er svona, minnst hún sæt. Já, myndi vilja vera með henn á föstu. Já. Sveimi þá. Svo er það næsta slúður og það er af Michael Jackson greinu. Já, hvað er slúður á honum? Hann á ekki 17 ára sæla. Hann er búin að snúa sig við í kistunni. Nei, hættu þessu. Það er að birtast núna tölvupóstar sem hafa gengið á milli og þetta eru ógeðslegir póstar. Þetta kemur frá fyrirtækinu AEG sem var að sjá Michael Jackson síðust árin. Plötufyrirtæki hans, þetta er ekki bara plötufyrirtæki, þeir voru með túrin hans og allt dæmi. Og hérna eru nokkri svona eiginlega ógeðslegir tölvupóstar. Ég ætla að vona að þessir aumingjar Randy Phillips og hinn viðbjóðurinn skammið sín. En svona það sem er mest sjokkandi í þessu öllu saman að hér sendir til dæmis Randy Phillips eitt tölvupóst þar sem hann segir reyndar að það er sorglegt að Michael Jackson sitt áinn en lífið haldi áfram og þetta sé alveg ágætt fyrir fyrirtækið þar sem að þeir muni græða mikið á bíómyndinni sem er óútkomin og fleira. Og það gerðist líka, þeir grættu $260 million bara á þessari mynd This Is It.
En svo þarna sem að sló mig mest í þessu sko að já, á 2009 þá hérna einhver sem sagt tölvupóstur frá þessum Tim Levicki eitthvað í mars 2009 og þá sendir hann sem sagt forstjóranum að Michael Jackson sé blindfullurinn á hótelherbyggi og sé að hugsa að hætta við þessa 50 tónleika í London. Já, okay. Og þá sendir hinn gaurinn bara Are you kidding me? Með tölvupósti og þá kemur ég ætla bara að lesa þetta á ensku. Phillips, who according to the emails had to dress the singer, þess að þurfti að tala við Michael Jackson og sagði I screamed at him so loud that the walls were shaking. He is scared to death now and the show will go on. Spáðu því þessu, þeir voru bara með Michael Jackson þarna. Þú ert að fara að gera þetta, nú geði þetta. Já, þarna fulli láttu renna og hann bara hrætti úr hann og líftur hann. Já, ok. Þetta viðbjóður. Já. Þetta svona, bara menn, hugsa bara penning og fyrirtækið og Michael Jackson var bara einhver strengjabrúða fyrir það. Já, en ef ég er fullur upp á hótelherbyggi og segi bara því, þetta kraft ég nenni ekki. Við erum að fara að skemmta á kallakvöldi Vodafone-sverrir. Ríðið þig á fætur. Og ég bara ekki svo leikur þetta í fjölmiðlana. Já, ég sendi á Íris í konuna hérna. Ég er búinn að hræða líftörun og sveppa. Hann er farin út úr herbyggi. Þetta var slúðurpakki dagsins og já, þetta var bara ágætið slúður, eða ekki? Já, fínasta slúður. En ég kom með lag sem ég ætla að setja á sérstaklega fyrir þig af því ég sá hvað þú ljómar allir síðast þegar ég spilaði þetta. Nó? Já. Þetta er Adele með One and Only. Já, fíla. Já, varst að fíla þetta. Já, þetta er ágætt. Hún er flott. Þetta er nú með lagið One and Only og það er ég tala eins og stærsta þá er ég að tala já, hvað vinsældir varðar. Góður. Nei, ég er að tala það. Hún er eins og allra vinsælasta. Já, eins og stærsta í bransanum. Það er hárrétt í þess. En, já, býtu, hvað, og sko, nú ég pínur hrættur núna, Sverrir, að vera hreinskilina, því að svona þegar kemur að flestu fréttum og öðru hérna í þættunum, þá svona preppa ég þetta með þér. Já. En þú ert bara búinn að taka það þér að gerast hvað, leynilögreglumaður? Já, þetta, ég varð fyrir rosalegum, hvað segir maður? Áhrifum eða eitthvað? Nei, ekki áhrifum. Nei. Vombriðum. Vombriðum, ok. Með hvað? Af því þetta er svolítið hættulegt mál sem þú ert að fara að lesa um. Já, ég veit það. Mér langar aðeins að grennslast fyrir þetta. Mér finnst það svo skrítið. Já. Það er það kom frétt 3. september. Já. Að það voru 3 drengir sem að réðust á einhvern 6 ára strák í Breiðholtinu. Já. Varstu búinn að lesa það? Já, ég sá þetta. Ég sá þetta og ég fekk bara í magan, sko. Já, þetta og þetta er ekki bara í Breiðholtinu, þetta er í Bökkunum. Sem að þú ert uppalinn. Það sem ég ólst upp, sko. Já. Þannig að ég fór eitthvað að lesa um þetta mál, sko. Og það kemur bara einhver gæja, sko, á svæðið og segir bara þetta var alveg hræðilegt. Þegar ég kom á svæðið þá liggur drengurinn blóðugur í jörðinni og þeir hlupu í burtu. Og ég náði að hlaupa einn uppi og þá kom í ljós að þessi 13-14 ára gæjar voru að reyna að stela bolta af einhverju 6 ára strák og þeir spörkuðu í hann og börðan sem var til þess að hann fór á spítala og þá kom í ljós að hann var handleggsbrotinn og kinnbeinsbrotinn. Já, viðbjóður. Allt í blóði. Þórarinn, þessi sem á að hafa komið að þessu, hann var í heimsókn hjá móður sinni í Bökkunum. Þegar hann heyrði sáran grát berast frá fótboltavelli í grendinni. Já, ég held að það eru flestir á Íslandi sem vita um þetta mál. Já, maður þarf að, sko... En hvað er það sem er að stríða þér þarna, Sverrir? Fyrir utan það, þetta er náttúrulega alveg skelfilegt og maður fær bara í maga þegar maður... Svo les ég þetta var inn á Vísi, sko. Svo kemur DVF lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki enn fengið neinar upplýsingar árásina. Skilur. Ef eitthvað svona gerist, þá fær lögreglan strax að vita af þessu og þetta er kært, sko. Og það kemur einhver gilvið þarna sem að segja bara við engar upplýsingar fengið hvað einstaklinga vera að ræða, sko. Og hann er bara að segja við vonumst til þess að fá einhverju upplýsingar en við getum ekki gert mikið, sko, nema einhverju gefið sér fram. Enginn búinn að gefa sér fram. Skilur við? Já, en það var eitthvað sem varst að segja mér áðan um það þegar hann fór upp á spítala en svo var það ekkert. Já, sko, það var bara þarna í frétt, sko. Svo held ég áfram hérna. Þá kemur áfram hérna í lögreglunni. Það hefur ekkert verið tilkynnt til okkar og við erum að leita upplýsingum máli akkurat núna. Og svo kemur hérna vitnið, maður sem var vitni af þessu. Hann segir, sko, að þetta hafi ekkert verið alveg svona. Hann var ekki kinnbeinsbrotinn. Nei. Og hann var ekki handleggsbrotinn og þetta var ekkert allt í blóði eins og þetta, maður las þetta fyrst. Þannig að það var allt lygi þá eða? Það er eitthvað búið að krydda þetta og þetta er mjög skrítið mál, sko. Og hann segir Gylfi, hann spurt sko, þegar að pressa
Karp.is, hringdi í hann, þá sagði hann, ég er alveg búinn að fá nóg í dag. Það er búið að taka mig í karphúsi fyrir að hjálpa þessum dreng. Síminn er bara búinn að vera á fullu, en nú er þetta að fara að róast aðeins niður. Ég stend sjálfur á gati og veit ekki neitt. Þetta er hræðilegt, þetta er ekki gaman. Þú þekkir hann að göra það ekki? Já, ég man eftir einhverjum úr Breiðholtinu, sko. Já. Og heyrðu, svo kemur núna í dag, enn hefur ekkert spurst til foreldra sem hlut eiga að máli í árás sem átti að hafa átt sér stað í bökkunum í Breiðholtum helgina. Og það kemur í ljós að einhverjir foreldrar 6 ára drengsins séu farnir til útlanda með hann. Já. Finnst þér ekki eitthvað svolítið grugg? Þú ert búinn að smita með pínu í dag, þú ert búinn að ræða þetta endalaust. Þú, sko, við þurfum ekkert að beat around the bush hérna. Þú heldur að þetta var aldrei átt í stað, þessi árás. Já, ég held að þetta sé Viltu að meina sem þetta maðurinn sem að fyrir með þessa fréttir í fjölmiðla til að byrja með, sé að búa þetta til? Já, að hluta til, greinilega sko. En nú líka hugsaði fjölmiðla að taka þetta upp og segja bara að, já, þegar að strákurinn kom á spítala þá var hann kinnbeinsbrotinn og handleggsbrotinn. Það fórst ekki á spítala? Nei. Hann var ekki... Þetta á eftir að draga dilk á eftir sér, Auðun. Já, ég sé það. Þú ert mjög hugslaður á söllu. Já, mér langar að fylgjast með þessu máli, sko. Sérstaklega út af því að þetta er 109, kallið minn. Já, þarna það sem gerist í 109, sko, það þarf að grænslast fyrir það. Það er ekki öll kurl komið til grafa, sko. Nei. Finnst þetta ekki skrítið? Jó, þetta er svolítið skrítið. Það verður að viðurkennast. Hvað heldur þú? Hvað held ég? Hvað heldur að hafa átt sér stað þarna? Ég veit ekki. Mér finnst strax orðið skrítið þegar hann er í heimsókn hjá móður sinni og heyrir sáran barskrát. Var engin annar í hverfinu sem heyrði það? Hann bara inni í te hjá mömmu sinni inn í eldhúsi. Heyrðu, mamma, hvað heyri ég? Einhver að gráta úti, var engin annar. Hann fer út og þá nær hann að fara út og elta upp. Og engin annar var vitna þessu? Engin annar vitna þessu. Engin heyri barni gráta og svo fer hann heyri barni gráta inn í íbúðina og fer svo út, samt segist hann hafa náð einhverjum. Já, ég þori varla, veist, hvað á maður að segja? Ég veit það ekki. Það sem að þú ert basically að segja hér í beinni útsendingu að þessi maður sé að ljúga þessu öllu saman. Já, ég er ekki að segja að sé að ljúga, ég veit það ekki. Ég er bara að kasta í pottin, sko. Já. Þú setti því spór leynilöku í dag, þú ert búin að vera að fylgjast vel með þessu öllu saman. Þetta er slungið maður, þetta er skrítið. Þetta er skrítið mál. Þetta er ofsalega skrítið. En eitt skal ég eins og að segja. að ég vona frá hjartanu að þetta sé uppspunni. Já, það er nú málið. Því að ég fekk í magan þegar ég las þessa grein fyrst. Þetta er ógjöf, sérstaklega líka þetta gerst í bökkunum. Við megum ekkert við þessu bakkastrákarnir, sko. Nei. Einhvern svona fréttum. Það má enginn við svona viðbjöð. Hvað heldur þetta að vera? Kannski eitthvað... Ég held að vera Bjárbæ, eða? Ja, Garðabær? Nei. Já, við vonum það besta, en maður svo veit bara aldrei. Já, ég skal lofa þér í þetta á eftir að draga dilk á eftir sér. Já, þetta er geymt en ekki gleymt. Þetta á eftir að draga dilk. Þetta var Sverrir Þór Sverrisson, ég hef búin að setja sig í spór blaðamanns eða leynilöggu hér í FM 95 Blu. Til að fara í stutt skilaboð og svo er það hitaklefinn og ég ætlum að hringja til Japans líka. Já, og svo bangsahomadir. Já, hringjum ég einhvern. Já, það er ekki bara haldið að stríða Rikka G. Það hljóma vel. Ekki missa af Last Chance to Live og My Big Fat Gypsy Wedding á Skjá 1 annað kvöld. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Tryggðartilboðið rennur út á miðnætti annað kvöld. Skjár 1. Vertu með í fjörinu. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Í hvaða sæti ætli þú lendir í alþjóðlega Shell V-Power rallyinu? Fylltu á tankinn og fylltu út þátttökuseðil á næstu bensinstöð Shell fyrir lok 5. september og þú geti komist í sæti aðstoðar ökumanns á einni sérleiðinni í rallyinu. Shell. Veistu hver staðan er á reikningum þínum? Eru launin komin? Er búið að millifæra á því? Með einum smelli í appinu tekur þú stöðuna. Arion banki. FM 95 Blu á FM 95. Fyrir að hlusta hér á
FM 957. Nei, FM 95 blöð. FM 95 blöð og FM 957. Það er rétt og ég var með smá hrekk í gær. Já. Það var risagrein í Fréttablaðinu og þar sem að stóð orðrétt stefnir í metaðsókn og hátíð fyrir Bangsala og Homma. Já, sem er alveg ótrúlegt. Ég meina, í síðustu helgi vorum við með sko Bacon Festival. Já. Og það var allt vittlust. Skilurðu, bacon? Já. Hver elskar ekki bacon? Já, en þú veist, akkur að halda festival, manni finnst það skrítið. Já. Þetta eru ofurhugar sem taka þetta. Já, en svo núna, þetta er hérna, það voru 40 manns hérna fyrra og nú verða vist ennþá fleiri. Þetta er hópur sem kallar sig Bears on Ice. Bears on Ice. Og já, eins og stendur hér, þá verður það svona bangsalegir hommar. Já. Og það er eitthvað krútlegt við það. Og eru þeir allir að flikkast til landsins, eða? Já, og... Þannig að Æsland vélarnar eru bara fullar af bangsalegum hommum. Já, kannski ekki fullar, en það eru nokkrir. Já. Og þeir eru hérna með sín eigin fána og eitthvað svona. Og ég var að stríða nokkrum í gær. Já. Og ég hringdi sem sagt í Simmavill og Jón Gunnar og eitthvað. Já. Og svo hringdi ég Rikka G. Já. Og mér finnst alltaf svo gaman að stríða Rikka G. Já, og hann er bánsalegur hommi. Já, og hann var svo hneykslaður. Þannig að sem ég var að spá að gera núna, nú ringir þú, ég segi ekkert og segir bara, Rikki, sællunni til Sveppi hérna. Já, sællunni, og hérna, herðu, ert þú eitthvað niður vinn í dag? Láttu fyrst eins og setja að tala bara við hann. Já. Og farðu svo að spyrja hann úti hvernig það er í næstu helgi, hvort það gisti einhver heima hjá honum eða eitthvað. Já, einhver. Já, bara svona, er einhver að gista eða þér að það læstu helgi eða eitthvað? Já, hvað er þessi hátíð? Hún er bara hérna í Reykjavík, sko. Já, ok. Þeir eru að fara í lónið og svona. Herru, ég ætla að hringi Rikka. Fattar hann ekki að þetta er grín frá upphæfi? Jú, það er samt bara að fyndi. Ok. Hann fer í svona fílu og eitthvað. Ok. Það er mjög gaman að stríða hann. Bánsalegur hommi í fílu, það er fyndi. Já. Rikki? Já. Rikki G. Sveppi hérna. Hæ. Hefur eitthvað heyrt í blöð? Hef ég? Já. Í dag þá það? Já. Nei. Já, ok. Ég var að koma inn upp í vinnu, hann er ekki mættur hérna. Ég var eitthvað bara að pæli. Hann svarar ekki síman. Nei, hann var nú samt aðeins í morgun, sko. Nú, aha. Já. Já, ok. Hvað, hérna, ertu búin að fá miða næsta helgi? Miða? Æ, út af þessari hátíð þarna. Er einhver að gista hjá þér, eða? Er hann að láta að ringja? Nei, ég er bara að kanna möguleikana hvort að því að það er eitt frændi minn á leiðinni frá Finnlandi, hvort að meikist það. Þeir eru svo... Jésús minn. Er hann Oh, God. Þetta er sennilega versti húmor ársins 2012, sko. Gistir einhver hjá þér ekki? Já, ég segi svo Simmiðil, mamma og systir gistir á mig. Það, ef þú værir... Rikki, ég er hérna. Sællunur. Það er gott, ég hafa svona virkilegar áhyggjur af þess. Eina svona sem við vorum að hugsa, Rikki. Ég veit alveg þú ert ekki samkynhneigður. Já. En þú væri bánsið, eða ekki? Væri ég bánsið? Er það ekki? Nei, ætli ég var ekki gæið með leðugrímuna eða eitthvað. Það er svona kippið. Þú ætla að bánsa leður? Ég er ekki sammála því. Ég er svona gæðin sem situr á móti er frekar bánsalegur. Ég væri svona toyboy. Já. En er þetta sama dagskráin hjá okkur á í fyrra? Ætli ég lónið á svona bara? Æ, ertu væntegin? Þú hringdir í gær út af þessu sama. Er ekkert efni í þættinum með það? Ég ætla ekki að tröfla þér maður, þetta er eitthvað viðkvæmt. Já, stöðlega það. Bye. Já, við þökkum Rikka G. kjállega því, ég veit að það finnir maður. Það er svo gaman að stríða Rikka. Já, þetta er snill. Hann verður svo genuine hneykslaður, þessi sami brandarinn og í gær. Já, hann skilur þetta ekki. Nei. Það er ekkert hvað húmor er, sko. Nei, þetta er eitthvað fallegt við þetta og enn og aftur þá bara óska ég þessum mönnum bara góðra skemmtuna næstu ekki. Já. Þetta verður stemming hann. Þetta verður eitthvað ruglið. Þessi strákur kallar sig Ásgeir Trausti. Japp, og hann er að fara að gefa út plötu og það er allur bransinn að bíða eftir henni. Já, hann kallar sig ekki bara, hann heitir Ásgeir Trausti. Ég held að það sé nú ekkert listamann nafnið hans. Nei, en hann kallar sig það líka. Já, hann kallar hans ekki bara Geirið, Ásgeir. Nei, hann kallar sig Ásgeir Trausti. Ok. Já, kallið minn. En þetta er flott lag, Lindarmál. Já, Gefum henni það. Gefum hann gott klaf. Já. Æði, það er fílík stemming hérna í stúdíónu hjá okkur strákunum. Já, Ötti Blöndaleg með buxurnar á hælunum. Hvað er að þér eiginlega? Ég veit ekki, bara þriðjudagur. En herru, ok, ég ætla að aðtóa, hversu vel fylgjastu með, Sveppi? Já. Hvað eru að fara í núna? Dömur mínir og herrar,
Það komið að sturgluðum staðinn. Það rétt hjá þér. Þú ert allir að koma til. Ég líka að hugsa það, ég man ekkert hvað á að vera sko. Ég man eftir þessu, þetta svona fastur liður. Já, og einn af þínum uppáhalds. Já, og við köllum þetta fastur liður eins og venjulega. Og það komið að sturgluðum staðrindum. Já. Það vonandi að, hlustendur að núti sig, ég spenntur á þig. Já, það að gera spenna beltin, stoppa bílinn og slökka útvarpinu. Nei, hafa kveikt á þín alltaf. Þá heyra þetta ekki. Já. Herri, ég ætla að byrja. Tilbúinn. Það bíl stólið á 30 sekúnda fresti í Bandaríkjunum. Sæll. Sturlu staðrind. Og persónulega finnst mér það svolítið mikið. Það rosalegt. Já. 30 sek. Já, ætli að sé einhver svona sem að bíða. Ok, steldu honum. Nei, maður bíði 20 sekúndur, það var verið að stela bíl. Þetta 30 sekúnda millibíl, maður. Svo það næsta. Okay. 45% fólks trúir á drauga og 10% segast að hafa séð einn. Já. Trúir á drauga, Sveppi? Nei. Nei. Hvað er draugur? Hvað er draugur? Þú veist alveg hvað draugur er. Ég ekki að tala eitthvað svona Kasper fljúandi rúmið þitt, sko. Ég heyrði bara á þér og var strax pyrrar þegar ég sagði hvað er draugur. Já, þú veist alveg draugur. Þú veist alveg hvað draugur? Ja. Nei, sko, draugur, er Guð draugur? Æ, hvað ertu eitthvað rugglaður? Hvað heldur það? Hvað er draugur, skilur? Draugur, það er bara þegar fólk er dáið og kemur aftur. Er það? Já, það er bara það. Það er ekki neitt annað, sko. Nei, ég veit ekki, draugar geta maður bara, ég veit það ekki maður. Ég hef aldrei séð draug, aldrei orðið vitna draug. Nei, og trúir ekki á þá? Ekki, nei, voða lítið, sko. Þannig að þú vilt meina þessi 10% sem að segjast hafa séð draug sé að ljúga. Þetta er ekki svo að segjast hafa séð geimveru, sko. Það eru margir sem að segjast hafa séð draug. Já. Jæja, ég held að draugar sæjist ekki. Já, sett bara í gegnum, held ég. Já, ok, þeir eru gegnsæðir. Já. Já, ok, hver bjóð það til? Svona svo nokkri vinir mínir. Svo er það næsta styrla staðrind. 82% fólks trúir á líf eftir dauðan. Já. Sturlu staðrind. Trúir þú á líf eftir dauðan, Sveinn? Þetta er bara til þess að friða sálina og meðan þú ert á lífi, sko. Þú ert svo neikvæður og leiður. Nei, ég er bara að segja sannleikann. Hvað heldur það sé bara ekkert? Heldur þú degir bara á það eins og bara, þú veist? Já, ef það er líf eftir dauðan, akkur erum við þá að deyja? Akkur heldur ekki lífið bara áfram? Það er bara eitthvað nýtt sem tekur við. Nýtt? Já. Hættu þessu. Þú tapar einhvað að trúa. Alveg, það þarf að taka þig gegn. Þú ert svo neikvæður og... Nei, ég trúi á að það sé eitthvað eftir dauðan. Ok, gott. Hættum þar. Það eru flestar arbeigur sem hafa verið teknar á einum degi, sem sagt af einum og sama manninum. Nú er það? Eru 46.001. 46.000 arbeigum þar. Það er heimsmet og sturlu staðrind. Já. Þetta er rosalegt. Þetta er svað að tala. Ég sko, Þú getur kannski 200 á einum sólarhring. Einum sólarhring? Nei, meira. Ég get tekið 30 í beit. Í beit? Já. Bara með, sko, lóana saman, kallir mig. Nó, já, ok. En 46.001, það er sem sagt. En ég sko, var einu sinni á fyllirí með Pétri Magnúsinni frá Ísafirði og hann tók 500 magaæfingar í partíi. Tók hann? Já, hann vil meina það, sko. Já, sko. Ég horfði á hann gera þetta og þetta var svona eins og rækja sem að var verið að bera eldað. Svona bara... Þetta var ekkert alvöru maga. Nei, þetta var svo langt frá því og við bara grenjum og hlátur og hann stendur fastur á því að þetta hafi verið 500 magaæfingar, sko. En það sem hann gerði þarna eins og rækja, tók hann 500, sem sagt? Já. Já, en það er þetta bara svona, til þess þetta bara sem... Nei, hann lá bara á bakinu. Alveg steikt, sko, þannig að ég fór að hugsa hvort þess að arbeigur séu, en þetta er örgulega löglegar arbeigur. Já, fyrst þetta er í heimsmyndabók Guinness. Já. Herri, svo er það næsta, fuglar hafa sérst stunda sjálfsfróun. Nei! Sturlu staðrind. Það er snill! Já, það er eitthvað skemmtilegt við það. Ég myndi, held ég, deyja á hlátri ef ég er vitna því. Já, þeir gera það ekkert með, þeir vefja ekkert vængnum utanum litla fuglalimin á sér. Þeir að nutta sér upp eitthvað trébörk eða eitthvað. Ákveðu, hvernig vissið þú hvernig ég var búin að sjá þetta fyrir þér? Ég var búin að sjá svona vænginn. Já, og svo notur hinn vænginn til að skýla yfir svo að hinn fuglarnir séu ekki að hlæja þér. Séu ekki að horfa á þig. En hvað ætli þið séu að hugsa alls bara konu? Nei, allsberra fuglar. Nei, menn að fuglar er ekkert í fötum. Nei, þannig að fyrir þeim eru bara allir allsberrir. Já, ég þekki það ekki Sverris. Ég er bara ekki fugl. En það er samt góða pælingar hvað ætlir hugsa um. Fuglar með eitthvað sexy fugla. Það eru alveg séð fugla og hugsa með sér. Þess er nú myndarlega sem margir aðra.
Ég alveg sé ljótari fuglu þennan. Þessi kveiki nú bara í mér, maður. Jæja, höldum áfram. Næsta styrlaða staðreynd, sjónvarp færði til að borða meira og því skemmtilegra sem sjónvarpsefnið því meira borðaru. Styrlaða staðreynd. Ég ætlaði að sleppa þessari, svo fór ég að hugsa þetta. Það svolítið til í þessu. Já. Ég hef nú viðurkennda oftar en einu sinni hérna þessum þætti. Ég horfði svolítið mikið á sjónvarp. Já. Og sko, það ekkert endilega ef að þættirnir skemmtilegir ég borði mikið. Það sem að bögga mér rosalega ef ég að horfa á þætti og það verið að borða eitthvað gott í þáttunum. Það langar mig alltaf í eitthvað. Já. Það svona hættulegt að mér allavega. Ég nefnilega, sko, þetta kannski líka það þegar maður að fylgjast með einhverjum skemmtilegum þætti. Já. Og það svona áður en að þátturinn byrjar, svona eins og til dæmis bara Homeland, mér finnst það geðvægt. Já, frábært þetta. Þá var ég alveg, heyrðu, Homeland að byrja áttu mínu, ekki að poppa og fáum okkur kókina, ískalda kóka. Gera svolítið kósí. Já. En svo koma stundum dagar þar sem að maður enda bara að eitthvað vera svona flakk á milli stöðva. Þá maður ekkert eitthvað að gera úr því eitthvað, sko. Ég byrja að horfa nýja þætti í gær sem heita Suits og þeir eru mjög góðir. Það tjekka á þeim. Suits. Svo það næsta sturla staðrind, það hægt að deyja á hræðslu. Staðfest sturlu staðrind. Jú. Svo næsta, árið 1994 varð IKEA fyrsta fyrirtæki í heiminum til þess að nota samkynhneigt par í auglýsingu. Nei. Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Já. Sturlu staðrind, 94, það nú ekki lengra síðan. 16 ár. Það alltaf verið eitthvað feimnismál. Já. En sem betur fer að breytast. Já, það nú ekki notað af samkynhneigðu fólki í auglýsingum? Nei, þegar þú segir það. Fyrirtæki þora ekkert mikið að fara þennan veg, sko. Nei, reyndar, það rétt hjá þér, sko. Skilurðu? Rúmfattalagirinn ekkert að sína 2 fullorðna kallmenn rölt búðina, sko. Nei, góður punktur. Og ekki hagkaup. Nei. Betur kannski að hringi í einhverja verslanir og spyrja af hverju það er. En IKEA þorir þessu, sko, því að það skiptir engu máli. Moldur ekki hvort það er, sko. Já, en það veist, eins og að vera samkynhneigður. Einhver vinur minn kem í dag og myndi segja mér, þetta er að segja svolítið. Já, ég er hommi. Ég myndi valla kippa mér upp við það. Nei. Svona án gríns. Svo næsta, Albert Einstein byrjaði ekki að tala fyrir hann var 9 ára. Það er kjafta. Sturlu staðrind. Ertu að meina? Já, þvílíkt gáðaður en hélt bara kannski af því hann hafði ekkert að segja frá. Já. Hann er það gáðaður. Já, hann hafði bara vitað því að þegja. Já, eitthvað sem við mættum alveg taka okkur til fyrirmyndar. Já, ef við myndum gera það, þá myndum við missa vinnuna. Reyndar. En trúir þessu. Þetta er sturlu staðrind. Albert minn, ætlar ekki að borða grautinn? Segðu þið eitthvað. Löngu byrjaði að... Hvað er þetta sama sem MC í öðru? Hann var löngu búin að fatta með einhverju seti en nefndi ekki að segja frá því strax. Svo hérna, það eru 2 eftir. Já. Það tekur heila 20 sekúndur að fatta á sér þónið sattur. 20 sekúndur? Já. Og ég get alveg vottað undir það. Hefur ekki, þú veist, þegar ég auðta matið minn, eins og við köllum hann stundum. Já. Þegar ég held áfram að geta þó ég sé hann pakksatur, þá nýti ég allar þessar 20 sekúndur og guffa svoleiðis ofan í mig áður en að heilin fattar það. Já. Hefur ekki tekið það? Þú ert orðin svona, finnur þú að vera sattur, þetta er bara svo gott og þú bara stoplar ofan í matnum. Já. Ég þekki það, sko. Já, ég veit og þekkir ég sé þig gera það. Já. Hattar ekki að borða Sverrir? Nei, ég elska mat. Svo það síðasta, moskítóflugur hafa drepið fleiri manneskjur heldur en öll stríð heimsins til samans. Ertu að meina þetta? Helvítis moskítóflugan maður, ógeðslega fluga. Sérðu hvað, akkur var hún búin til? Ég skilði það ekki. Það er guss að spá þar. Hvaða tilgangi þjónar moskítóflugan? Herru, fyrir utan það, ég man ekki hvort þú varst einn daginn eða Pétur eitthvað með, ég var að segja sturla staðrind daginn, sko moskítófluga, ekki nóg með það að hún sjúi úr þér blóðið, þegar hún er búin að sjúi úr blóðið þá mýgur hún á þig. Við vorum að tala um það. Já, þú varst einn með mér. Já. Bara til að fullkomna viðbjóðin. Já, og niðurlæginguna á mannkyninu. Niðurlæginguna, þá bara sígur hún úr þér blóðið og pissa svo á þig. Sem viðbjóðslega fluga. Ógeðsleg. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins. Hvað sló þig? Það stendur upp úr náttúrulega sjálfsfróun fugla. Það er hárrétt þér. Við ætlum að fá hérna síðasta föstulag hjá Chubby Little Swessman. Ég er mikið beðinn þetta lag. Hann tók My Heart Will Go On með Celine Dion. Og þetta er fyrir Sóla Hólm og fleiri sem hafa verið að biðja þetta. Er Sóli Hólm að biðja My Heart Will Go On með Sverrir Bergman? Ok. Ég fíla það. Mér finnst það flott. Já, flott. Hvað er bara... Sveppi? Já. Og þá er komið að skemmtilegur dagskrárlið. Er þetta bara orðin liður hjá okkur núna? Já. Er það máli? Já.
Þetta dagskráliðurinn Hringt út í heim. Hringt út í heim. Við reyndum að hringja til Kína, reyndum ekki, við hringdum til Kína í síðasta þætti. Hringdum til Kína í síðasta þætti og nú ætlum við að hringja til allra landa í heiminum. Já, og það komið að við erum svolítið að hringja til Asíu núna, því að það nú pælingum að við förum í asíska drauminn. Já. Og já, við hringdum til Kína í síðustu viku og þá var ekki hægt fyrir okkur að panta hótelherbergi á ensku. Nei, það lítið talað ensku þar. Já, þannig að það svona hrætti mann pínu. Já, já. En nú ætla ég að aðtúa að... Nú ætla að hringja til Japan. Já, klukkan 12:30 núna. Nótt? Já. Ok. Þeir eru svolítið undan okkur asíubóðir. Tímamismunur maður. Já, það liggur svo á. Já, þetta hinum meginn á hnettinum. Það hárrétt hjá þér. Það bara svoleiðis. Og já, ég fór svona að hugsa, hvað opið í Japan eftir miðnætti? Leigubílastöð. Ó, já. Þú átt alltaf að geta fanta leigubíl, ekki satt? Jú. Já. Fíla það. Og þannig að þetta leigubílastöð í Japan sem ég að fara að hringja núna í og við ætlum svona aðtúa hvort það sé hægt að tala ensku, getum við panta leigubíl og bara gaman að tala við Japan. Já, langt ég hef ekki... Mamma henni í Japan sko eða ekki? Nei, hún var í Japan sko. Já. Sko, ef þeir tala ekki ensku þá erum við í vandamálum, en þá erum við líka, þá erum við bara að færa okkur. Svo tökum við Indland og við tökum Thailand og... Nóg til að löndum. Við meðtum að hringja til Kazakstan. Það sko nóg til að löndum. Hringir? Skrítin tóta, nei, ekki. Já, svona japansku tótt. Oi, Chinga Taxi, Hosengin desu. Yes, is this Chinga Taxi? Hello? Moshi. Moshi. Do you speak English? Hello? ちょっと英語わからないんですけど。Taxi? はい。Hoi. Hey, musi musi. もしもし。 Musi mus. Do you speak English? I can't speak English. No English. そうですね。ちょっとわかりませんけども。 Musi mus. もしもし。Musi mus þýðir eitthvað svona sælir. Já, Musi mus. Ötti, my name is og Sveppi. We need taxi. Taxi? はい。 Hi. Oi. Taxi? はい。 Hi. Hi. Hvað maðurinn í því eða? Musi musi, taxi, hi. Taxi? 英語ちょっとよくわからないんで、別の方にわかりませんので。 Musi. はい。 Hi. Það er ekki þetta. Leið og því þú segir musi musi, þá segir hann alltaf hæ. Prófa það. Musi. Musi? もしもし。 Taxi? Is this Japan? Japan? はい、そうです。 Is this Japan? はい。 Hi. Já, Þetta Japan. Hann alveg, já. What's your name? Johnny. Johnny? Já, það er eitthvað Johnny. Hong Johnny? Taxi? もし。 Musi. Ok. Herru, þetta fer ekkert mikið lengra. Hann ekkert að ná þessi maðurinn. Ég skal fá hana mann til að segja hæ. Musi? Taxi? ちょっと英語わからないんで。すいませんけども。 Taxi? はい。Þetta æðislegt maður. Mér finnst þess að sé að tala eitthvað svona barnatæki. Þetta er eitthvað app í síman eitthvað. Musi. Við skulum ekki vera tröflan meira. Hvernig segir takk á japansku? Hæ. Nei, þetta ekki. Nei. Thank you. Thank you, taxi. はい。申し訳ないです。 Ok. はい。 Hæ. 申し訳ないです。 Musi, ekki. Akkurat, sama ég hugsaði. 申し訳ありません。Nákvæmlega. Musi. Hæ. Hæ. Það eru allir veskir. Látt hann segja þessu. Það leitir á það. Musi. Hæ. Taxi? もしもし。Musi. Ok. 私、ちょっと英語喋れないんで。はい。Akkurat, ég lagi. Herru, takk. Hæ. わかればいいんだけどね。Hæ. Hæ. Musi. もしもし。 Þetta er æðislega. En hann heldur að við séum eitthvað bara... Rugglega. En hann er ekki að skella á. Þú skellir ekki á. Já, ég skelli bara núna þig. Bye bye. はい、すみません。 Musi. Já, það skellir Já, ég leiði að segja bye bye. Þetta var Japan og veistu það að Þetta var frá. asíski draumurinn er fann að hræða mig. Já. Það er bara þannig, við erum nú búin að ringja á hótel í Kína. Það sem ekki á tölu enska. Nei, og leigubílastöð í Japan. Hvernig áttu að berga þér hann? Já, þú getur komist ansi langt með að segja musi greinilega. Og hæ. Og hæ. Og alltaf þess að hvað ætli musi þýði á japansku?
japansku. Ef það einhver að hlusta núna að núti sem kann japansku, endilega hafið samband. 5-7, það Sveppi Krull og Öddi Blöð sem heils ykkur, eða ekki heils ykkur. Við erum nú búin að vera með ykkur hérna aðeins og ætlum að vera með ykkur lengur. Eða öllu heldur til 1800. Það rétt og það komið að dagskrárlið sem heitir Hitaklefinn. Já, og í síðustu viku þá brugðum við út af vannanum og vorum ekki með neitt í hitaklefunum. Nei, hann við hringdum bara einhverja. Hringdum bara í random símanúmer og byrjum að öskra á fólk og það vakti lukku okkar. Já. Og það nú fyrir öllu. Og hlustanda. Og við erum að fara bara aftur í það, ekki? Já, prófa að ringi einhvern og senda hann beint í hitaklefin. Já, þetta er bara hitaklefin og sko ég stimpla bara einhvað númer hérna. Já, einhvað gemsanúmer eða bara whatever sko. Þetta er tilbúinn. Já. Maður gýra svo upp í þetta sko. Jæja! Valdur bara eitthvað? Já, bara eitthvað 8 og 9 eitthvað. Það sko, ef þetta er gemsanúmer sko og einhver svara þá heldur hann alltaf að þetta sé vitlaust númer og svona sko. Já, ok, fuck it, áfram. Ansal! Jóla? Já, komdu sæl og verður velkomin í hitaklefa dagsins. Í hvað? Akkur í anskotanum er þú með allt niður í þig? Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Þú veist hvað er að gerast? Hvað? Svaraðu spurningunni, hvað kemur til að þú ert með allt lóðrétt? Niður á þig! Út með það! Hver er þetta? Svaraðu bara spurningunni! Hver er þetta fyrir ekki það? Hver er þú? Við viljum fá svör! Ég bara veit ekki Er kotturinn fastur í hálsinu maður? Drullastu til að svara spurningunni! Ég veit ekki hvað það er, ég veit ekki hvað það tala. Búin að vera þetta skammar í allan dag! Þarna, á þessi farinn. Þetta er hressandi. Já, nú er hún smeyk maður, Þetta er svo steikt. Þetta er alveg grilla. Hvað er að taka? 1 viðbót, 2 viðbót? Sjáum hvort það næstu þessi eitthvað aðeins leikri. Fyndi einhverja gamla kellingu, það eru bestar sko. Ég náttúrulega veit ekkert hvað þér að syngja. Nei, fyrir utan það. Ok, það syngir. Helgi? Hafa mikið að þú svarar. Hvað heldur þú að þú sért eitthvað betri en við? Hver er þú? Hvenær á að byrja að hýsa upp sem buksunar og fara að gera eitthvað? Hver er maður? Búin að verða til skammar! Svaraðu! Ertu veist sem þú sést að tala við réttan? Ertu vissum að þú sért þú? Hver er ég? Þetta er ógeðslega gaman maður. Þetta er bara, veist það, þetta er eitthvað sem við getum bara gert heima þegar ef að Íris er að fara eitthvað með vinkonu sínum. Getum við bara verið tveir heima þegar í þessu. Öskra á fólk maður, nú er hann bara að byrja, hvað var það að segja maður? Þetta var eitthvað meira rögglega. Þetta hlýtur að hafa vitlaust lómir. Hringi konuna, heyrðu, ég fekk nú skrítið símtal hérna í dag. Nú, það var einhverju gæjar að öskra á mig maður. Já, það. Jó. Já, komdu sæll og verður velkomin í hitaklefa dagsins. Halló? Af hverju ert þú alltaf blindfullur niður í bæ? Svaraðu manninum! Út með það! Ertu einmanna? Jæja. Hann fekk í magan strax. Já, þetta er fullharðið þarna. Já, hún brjálaði strax. Þetta er steikt en við verðum konum með einhverja fræga persónu í hitaklefa dagsins næstu viku. Aha. Já, ég ætla að finna einhverja góða núna. Ok. Við getum ekki alltaf bara að röskra hérna út í bæ. Þetta er gaman að þessu. Það gengur ekki að þetta var samt allavega hitaklefa dagsins. Jep. Já, alveg lúmskaman hann. Þetta er yndislegt. Universal kynir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in the death confirmed. Jeremy Renner, He's supposed to be dead. Edward Norton, What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Dominos. Ertu klár fyrir margfalda skemmtun í Egilshöllin í dag? Mættu á svæðið. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Sólbáðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. FM 95 blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúfengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Maybe you were needed up there. Þetta er uppáhalds tónlistarmannans Sveppa
Hann kallar sig Ed Sheeran þessi og já, lagið Ed Sheeran? Já, það ekki. Og lagið eitthvað small bump en eitthvað líka. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við erum komin með góða gesti hér í stúdíóið. Yeah! Það MC Gauti og Gabriel, verið velkonni. Já, veistu það, Öti, þegar það koma svona spaðar í stúdíóið, hefur tekið eftir hvað ég er mikið kameljón. Ég einhvern veginn breytist úr þessum krútlega sveppa-link í bara svona gæja eins og þeir. Finnst þér ekkert astnalegt að þú kalliði sjálfu krútlega? Æ, ég hætti þessu dúlla. Jú, skilurðu? Já. Nú er ég bara farin, nú tala ég lingóið með þeim, rappið og... Ertu með eitthvað rapplingó á hreinu? Nei, sko, þú skilur, ég get bjargað mér. Hvað er með eitthvað? Nei, ég get bara ekki Þú segir bara bitch, eða eitthvað svona. Bitch. Það er bara mikið bitch. Það er rappararnir. Það er rappað, en þeir eru komni hérna, Gabriel og MC Gauti. Ó já. Það er rétt. Mega hressi, þeir voru að gefa út lag og búið til myndband og allt Já, í ég var að sjá myndbandið, hrikalega flott maður. Takk fyrir það. Þetta er inn á vísi og ég verð að viðurkenna, það er nú ekki oft sem að maður sér myndband í dag gerð við einhver lög. Það er búið að minka svolítið. Það er búið að minka svolítið. Já, svona án gríns. Er þið sammála því? Já, ég meina... Við búið að aukast og mér finnst eiginlega ekki koma út lag á þess að koma í vídeo með. Já, það er kannski... Þessir ungu rapparar geta búið til myndbönd, en þú veist... Þar eru peningarnir. Mismunandi vel gerði vídeo, sko. Já. Þetta er reyndar alveg sjúklega vel gert. Þetta er allt í einni töku. Já, það er... Tekið á sólríkum degi. Þetta er mega metnaður í gangi hérna. Þeir vært komið með Björn Jörund í lag. Já. Það er alltaf ekki Björn Jörund að koma þetta með ykkur? Nei, hann var ekki að gera það. Var eitthvað slappur. En Björn sagði alltaf að koma það ekki? Hann ætlaði að koma, hann er eitthvað slappur. Hann er eitthvað slappur, það er eitthvað djöfisins flens að ganga. Já, maður. Það er ekkert meira töffeld en að segjast alltaf koma ykkur, þú kom ekki, sko. Já, veistu, ég held að hann sé ekki að skýta á sig og stressið þó að missa einu þætti af FM 95 Blö. Það er Björn Jörundur, sko. Bónum við drullu saman. Já. Bara, heilsa þessu sköllóta fýblengdum að setna bara. Já. En þetta myndband, þetta er allt í einni töku. Já, þetta er svona one shot dæmi, það sem er bara tekið frá byrjun til enda á þess að klippa. Þannig að það þurfti fáránlega mikinn undirbúning til að láta þetta ganga upp, sko. Þetta er hann Eilífur sem að gera vídeo við lagið. Já. Eilífur sem hjálpaði Nadju líka við að gera vídeo við frábæra lagi hennar, Passaði þig. Alveg rétt, og stelpurappið þarna. Já, sem að er... Það sem að hún var að rakka ykkur pungana niður eða ekki? Jú. Það er eitthvað svona, ég heyri núna MC Gauti að það er eitthvað svona diss í gangi hér. Þú varst að reyna að vera kaltaðinn þarna. Nei, ég fíla þetta sko, ég fíla þetta í botn. Fílið þið ekkert að komi... Nei! Það sjómarfið hérna. Fílið þið ekkert að sjá koma svona stelpurinn í rappinnin eða? Jú, það vantar fleiri stelpur í rapp. Er það ekki? No joke, nú er engin stelpur í gangi. Já. Það er bara stelpur. Okkur Ebba vera, þeir með ekki vera að stríða mér og Ebba. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég hef ekkert séð einhverja stelpur vera að rappa. Mikið. Það er ekki mikið þær. Nei, og ég held við lýsum bara eftir fleiri stelpum til að rappa núna. Er það? Og hvetjum þær til þess, já, ég algjörð. Næsta lag með Gabriel verður bara með stelpuröpurinn. Já. Hvernig verður það, Gabriel? Það er bara aldrei að vita. Fá smá stelpur inn í þetta. Þú sem er lagið? Já. Þú sem er textan, MC? Ég sem textan, nema í viðlæðinu. Nema í viðlæðinu? Sem allt hitt. Ok. Séum að rappa, séum að gera þetta flott og... Já, og láta þetta myndbandi lukka. Og láta... Nákvæmlega. Þegar maður er með mann eins og MC Gauta, fremstan. Ótrúlega myndalegur í jakk... Ég fer ekki oft í jakkaföt, en ég fór í jakkaföt til þetta vídeo, sko. Já. Situr hérna núna í Hlíraból. Ég er í Hlíraból núna. Það byrja að hausta, þú situr hérna í Hlíraból með svona eins og sér búin að líma á þig eitthvað 6 bringuð hár. Ég er loðin eins og þú. Þetta kannast ekki vera loðin eins og ég. Það er eins og sér búin að líma eitthvað eins á bringunar og svo, og veist, það var alltaf verið í Hlíraból, það hendur smá kjöt á þig, drengur. Þetta er rosalega fyndið. Þú varst alltaf spikfeitur fyrir svona hálfa ári. Þú varst aðeins að balka þig upp og alltaf verið svo rapparatur að núti. Ef það 50 ári þá var þetta alltaf annan dæmi. Ég rætti þetta, ég fer með þér og Gles í rættina á næstunni. Já, bara kíkið þið, Gabriel, saman eitthvað? Já, ég er til í það. Sko, við fengum hérna Rottweiler daginn. Þá komu hérna Þorsteinn úr Rottweiler. Já. Hann er ekki með neitt svona... Hann er ekkert rosamassaður. Nei, og hann er með... Kallar hann er ekkert eitthvað svona DJ Steini, eitthvað... Hann er bara Þorsteinn. DJ Steinsson. DJ Steinsson. Já, ok. Og hann var að tala um að rapp heiminn og rapp menning. Er rapp... Er það ekki bara þú og Erpur, eða?
Og Máli Dögg. Nei, og síðan eru Úlfur. Er það rapparar? Það eru Þú ert alltaf að segja Bent sé upp á þess að rapparinn þinn. Já, Bent, ég er að tala um svona rottvælir, það er ekkert mikið af íslensku röppur. Skulum ekki gleyma OP og Já, OP. Ívar Skram. Ívar Skram. Já, þetta er bara... Ég ætla að segja svona, ok, ég ætla að segja það eru ekki mjög margir sem eru... Góðir. Jú, mjög margir góðir, en það er kannski ekki margir fyrir allra augum, sko. Nei, ég skil. En það er líka hip-hop meira fyrir hip-hop aðdæmdi bara. Hún er svo ung, þessi hip-hop rap menning á Íslandi. Þannig að það er aðeins erfiðara ef maður er með þessa tegund tónlistar að mínum mati að ná eyrum almennings. Vegna þess að Íslendingar hafa ekki hlustað mikið. Já, þó eitthvað þriggjabarna faðir feitabóli í heiðagerðinu þekki ekki rappar á Íslandi, þá er alveg gróskaðar, sko, þau eru ekkert að hlusta að sveppa hérna. Það er ekki lofa því, hann er ekki að fylgjast með rappi. En við erum bara að spila lægi núna, ég hvet eins og er allar til þess að fara inn á vísi.is og þar er, lægi heitir Gleymir ei. Það heitir Gleymir ei. Klárlega. Og hvað er að koma út plata, eru tónleikar, hvað er í gangi? Ég veit ekki alveg hvað er að frétta án Gabriel, hann hefur aldrei tekið af sig grímuna. Ég veit ekkert hver þetta er ennþá. Nei. Hvað er með, ok, svona, ég er búin að heyra sem það sé ótrúlega mikið hór í grímunni. Hvað er með hana? Já, ætlar alltaf að vera með þessa grímuðan? Já, ég ætla alltaf að vera með grímuna. Ok. Ég held að hún verði aldrei tekin af, sko. Ok, og það er eitthvað sem ákast bara snemma á þínu ferli? Mamma sá hvað þetta fyrir hann? Þegar hún sá hann? Þetta var svona eiginlega tilviljun bara, sko. Þannig að ég fann þessa grímu og ákvaða... Hvort fannst þú grímuna? Eða grímu fann mig. Já, það er svona, þetta er gott fyrir viðtal, þetta er svona gríman fann mig. En þetta, ég meina, stuðmenn byrjuðu svona. Til ég aldrei sjá sig. Já, þeir voru alltaf með... Já, þeir voru grímur. Ég veist þetta, þetta er að segja. Þeir voru, og þú sér hvað þeir eru í dag. Já. Þeir eru að fylla hörpuna, kallið minn. En þetta er samt svona ljótt að segja, ég bara, ef þú ætlar að vera alltaf með þetta, en þetta er samt svona eftir eitthvað 2-3 ár, Gabriel, þá held ég að þú verður í viðtalið bara, ég veit ekki hvað ég var að fá með þessa grímu. Og allir bara, já, þú ætlaði nú alltaf að vera með hana. Já, þetta var bara eitthvað tímabil í lífinu mínu. Já. Fyrsta afsökun á því. Það er núna tímabilið. Ég var eins og alltaf með hatt. Svona hattatímabil. Þú ert með hatt núna? Þú ert auðvitað búin að vera að taka þetta svona hattatímabil. Ég er búin að vera með hatt og derhúi sinni á 20, sko. Nei, svo... Derhúa, allt í lagi, húa, allt í lagi. En þetta er þetta Michael Jackson, við erum báðið Michael Jackson fans, sko. Já, JT líka. Maður tekur þetta tímabil þar sem maður heldur að lúki alveg svo JT. Ég er í sixpensaran núna. Ég er komin í sixpensaran. Það er gott líka. Já, en hvað er hattadæðið sem sagt? Hattanir? Já. Það er ekki að vera eitthvað að taka MJ-movið á jamminu. Nei. Svona flikka hattinum. Já, hérna. Ég er enda að geta ekki, þó ég geti dansað JT Jackson, þá get ég ekki tekið hérna. Ég kenna þér þetta, ég var í þessi 2 ár. Já, ok. Varst að læra Michael Jackson dansa? Já, blessa það, veist. Já, ok. Það er ekkert af því. Ég væri nú alveg til í að sjá smá dance-off milli MC Gauta og Auðun Splöff. Í útvarpi? Já. Við tökum eitthvað með Michael Jackson dance-off. Það væri gaman. Það er staðfest. Herri, ég ætla að setja lagið á. Lagið heitir Gleymir ei með Gabriel MC Gauta og... Fólk kíkir líka á vídeoð? Björn Jörgundur. Já, endilega kíkið inn á Vísi og tekkið á þessu. Þetta er groovy stuff. Við ætlum allavega að fá að heyra lagið hér, hvort sem við tölum meira við þessa vitlýsinga eða ekki. Og að setja þetta á. Mér finnst hérna, ég ætla að horfa á myndbandi aftur líka. Það er flott. Kíkja inn á vísi.is og sjá þetta. Fínasta lag? Já, fínasta lag. Myndbandi enda svolítið svona eins og eitt Sigurósa-vídeó. Nú, hvað? Þetta er svona að dansa í garðir. Það er annað mál. Hverju hérna er eitthvað sem viljið þakka hérna í restina þessar? Það er haugur af mannskapi í þessu myndbandi. Já, hvað eru margir þarna? Þetta er í kringum 100 aukaleikarar sem komu þarna. Og allir þurfa að vera stand-by. Vorum við ekki búin að ákveða á hann að breyta sögunni? Ok, sorry, þetta voru kringum 160 aukaleikarar og það var cirka 50 manns í krúi líka. Ok. Þannig að þetta var hrikalega stórt production og það er bara mikið þakklæti til allra sem kom að þessu. Annars ætti þetta lið náttúrulega bara að vera að þakka ykkur. Þeir að fá tækifæri. Ertu að gríða, það er allir að posta þessu og segja svona, já ég er hann á sekundu 42. Já, einmitt. Þetta er alveg... Miklu meira spennandi fyrir þau, heldur nokkuð tíma nokkuð, sko. Það er líka lykilatriði, sko, þegar maður er að gera myndband, að vera með sjúklega mikið aukaleikurum. Klárlega. Af því að þeir hjálpa manni að posta þessu. Já, áflaka. Algjörlega, það var líka planið með þessu. Þetta er bara allt stórt skím. Nýta sót svartan almúan, maður.
En virkilega flott vídeo og já, ég ætla ekki að segja þetta í 10. sinn, þið bara kíkið á þetta sjálf. En hvernig er helginu okkur strákar? Er það að spila ekstra helgina? Viljið þið blogga því hérna áður við hendum ykkur út? Ég er svo mikil rappstjarna, ég vinn líka við að búa til kaffi. Já. Nú, hvað? Á prikinu, maður. Já, það er stemmingin, sko. Það být meira til bjór, sko. Þannig ég mæli með allir kíkja í bjór bjór Sonur minn er 5 ára, hann vill alltaf fara á prikið. Já. Ekki helga, sko. Það er því að það er að fá svo góðar omni. Já, náttúrulega, ég var enda mér borgarlega mikið pening fyrir að standa á barnum. Þetta laði svo mikið að. Já, hann alltaf bara remblaut gólfið. Endur hann að reyna að selja staðinn. Þegar hann fekk vinnu vinnur okkar. Finni bara, ég ætla að losa mig við staðinn frekar hann að reka hennar gæja. Það rekur ekki eins og gauta, ég ætla bara að selja staðinn. Það er ég nefnilega standi í þessu. Búið. Rappari fylgir. Herru, til að mikið með það, strákar. Takk fyrir að fara hér í örstuð skilaboð. Svo er það lagið á leiðinni heim og Sverri Þór Sverrisson kom með helviti góð uppástungu og hún verður fyrir valinu, eða það lag verður fyrir valinu, ekki missa því. Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in that confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Dominos. Kæru Íslendingar, munið að hafa gaman og lifa lífinu. Hamborgarafabrikan. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Heyrðu hvað lag er að byrja, Sveppi? Hvað lag er það? Já! Heyrðu, þetta verður spila. Ertu að grínast? Ég er Fáum bara... FM 95 Blö lagið hérna. Landsvíðin heilt þetta. Já, hvað er að gerast? Talandi flott vídeo. Fuck. Gammalt og gott. Þetta verður ekki verið spilað í langan tíma hér í FM 95 Blö. Nei, fínast að lag maður. Já. Lagið heitir, mér að segja FM 95 Blö. Ötti og Sveppi með ykkur hér til 6 í dag. Við þökkum strákanum aftur kjærlega fyrir komuna. Gabriel og MC. Svona ungi töffarar. Finnir rappara maður. Já, það eru sessir. Skemmtileg strákar. Ég hef aldrei getað orðið svona típa. Nei, þeir eru mjög ólíkir okkur. Já. Þetta er einhvern veginn... Ég til dæmis get aldrei verið í hlýraból. Nei, ekki heldur. Ég er minna í því, sko. Ég er bara asnalegur í hlýraból, sko. Já, en ég held að þetta er líka báðir svona típur, sko, eins og við búum, þú reyndar eftir komin heldur nálægt bænum. Ég held að þessu báðir svona 101 típur og eru bara svolítið í bænum og fá sér latte og bjór og semja tónlist og já, ég held það nefnilega. Gæti verið, sko. Já. En, resist strákar og skemmtilegt að hafa ferð. Já, þetta er fínsta lag. Eina sem ég er að spá í núna, það er komið að laginu á leiðinni heim. Nú er það bara strax? Já, það er bara dett inn. Það er ekki nema 20 mínútur eftir að þættinum. Já. Og sko, lagið sem að þú ert að biðja Sveppi er ekki til hérna í tölvunni, sko. Þannig að ég þyrfti að þá þarf ég að spila hérna af netinu, sko. Það er oftast verri gæði. Það er nú oftast þannig með lagið á leiðinni heim að... Ég tek oftast úr tölvunni, hérna, sem sagt, ekki playlistanum heldur tölvunni. Já. Og... Að ég finna annan lag? Nei, ég er sko eina sem er að spáði hvort það sé nóg góð gæði á laginu hérna, sko. Já. En... Já, ég ekki bara að láta að flakka. Viltu útskýra eitthvað fyrir fólki? Hvað erum við að spila? Sko málið er, ef þetta er lér útgáð á laginu, þá þetta er sem sagt svo útgáð sem er með 3,6 miljón views. Þannig að þetta er greinilega það sem að flestir hlusta á þegar ætla að hlusta á þetta lag. Ef það er hörmuleg útgáð, gæði á þessu, þá fæ ég svona 4 SMS á meðan að lagið er í gangi. Þá stoppaðu það bara. Ok. Ef þú fær SMS að einhver twittar á því eitthvað ömulega útgáfa. Nei, þá er ég að tala frá strákunum sem sjá tónlistina hérna, sko. Já, ef þeir senda þér SMS, þá bara stoppuðu lagið. Ok. Útskýrðu fyrir hlustendum hvað þetta er reynda geggja lag til að hlusta út á leiðinni heim. Þetta kæru hlustendur FM 95 Blö sem eru á leiðinni heim. Þetta er lag sérstaklega fyrir ykkur. Þetta er langt og gott lag. Það er gott frá upphafi til enda. Það eru 5 mínútur. Það eru 5 mínútur og þetta er svona svipað og maður að keyra kannski upp í Voga. Upp í Voga? Þetta fara eitthvað partí þar í kvöld? Nei, ég er að tala um Voga hverfið hérna og 101. Þetta er svona Mosó, þetta er leiðin upp í Mosó. 5 mínútur. Eða veist, ert í trafíkinni. Döminu herrar, Pink Floyd, Wish You Were Here. Hljómsveitin Pink Floyd með Wish You Were Here og þetta er lagið á leiðinni heim. Ég er ekki frá því að þetta er röglega í fyrsta og vonandi ekki síðasta sinn sem þetta lag er spilað á FM 957. Hérna, gerum mig greiða. Hvað? Nei, spildu aftur.
spila lagi aftur. Þetta er svo klikalega maður. Nei, þú bara hlustar á þetta og kemur heim til. Þetta grínast. Við getum ekki verið að spila þetta tvisar röð hérna. Það er bara, þetta er einhver lög í heiminum sem að má spila til það. Er þetta besta lag sem þú heyrst það? Þetta fer á topp 5 sko. Já, þetta er á topp 10 að mér staðfest. Alveg staðfest sko. En það er, þú er ekki verið á tónleika með Pink Floyd eða? Jú, ég fór 73. En þú farið á David Bowie? Já. Það er eitthvað, höfum rætt það í fjölmiðli, það er með fallegri sögum sem að þú hefur sagt mér, Sverrir, það var þegar þú mættir, þú varst fyrstur, að vita það ekki allir, þú varst fyrstur inn á David Bowie á Íslandi. Já. Þegar David Bowie var í höllinni. Já, hann var... Hvað ár var þetta? Ég man það nú ekki. David Bowie. Þetta er auðvitað 90 eitthvað. Já, þú lítur að muna sirka, mannst ekki áratugir sem fórst á tónleikana það? Nei, jú, 90. Ha, þetta held ég fyrir 90 eitthvað? Þetta var 90 eitthvað? Já, og þetta var í höllinni og ég held í húninn inn í höllina, sko. Já, og þú varst þar fremstur og stappaða liðið þegar ekki, alveg bara upp alla göttuna. Alveg upp að hringtorginu, sko. Já, og hérna... Allir að þrýsta á bakið þær. Já, og við hlupum inn í salinn þegar það var opnað. Já. Og svo stóð ég fremstu sviðið, alveg bara í svona 4 klukkutíma. Já, og megst og skeist á þig það ekki þar? Nei, ég skeit ekki á mig. En þú megst á þig? Nei, ég meg ekki á mig. Ég tók til hann út og meg á sviðið. Þú baðast þetta. Við myndum það að láta þetta kosti í buxum. Nei. Allavega, ég myndi að þú varst búin að koma þig fremst og þú varst búin að ákveða það bara mjög snemma. Þú ætlaðir ekkert að fara að missa þetta stæði til þess að fara á klósetti. Nei, og þetta var 96. 96, já. Ég öskraði á David Bowie, ég stóð í sviði, sko, og það byrjaði eitthvað svona rólegt lag, sko. Þá var ég að öskra, Ziggy Stardust! Ziggy Stardust! Var að öskra yfir allt, sko, og hann heyrði það, sko. Já. Og mér fannst það geðveikt. Og hann spilaði ekki? Nei. Hann lítur nú að spila á tónleikunum, samt ekki? Nei. Jálfur? Hann tók ekkert með Ziggy Stardust, sko. Ok, það er svo leiðilegt að tónlistamenn detta í þennan kýrs. Ég hafa svolítið þannig, sko, þetta var svolítið svona Bob Dylan feelingur. Spilaði bara bestu lögin. Já, ég fór á Bob Dylan tónleikana. That's what we all came to see, man. Já, ég fór á Bob Dylan tónleikana sinni út í Brussel. Já. Og það var... Það er það 50 eitthvað þegar. Þetta er 57. 57, frekar en 6. Og þá spilaði hann bara, þetta voru 2 tíma tónleikar og það var leiðilegt í klukkutíma og 45 mínútur. Svo kom bara síðast í hálftíminn, já, veist cirka. Og þá tók hann Blowin' in the Wind og alla slagarana, sko, í lokin. Það var það sem allir voru að bíða eftir. Sheriff Stones, þeir bara taka Sympathy for the Devil, þeir taka Honky Tonk, þeir taka Satisfaction. Bara sem fólk vil heyra. Já, og er ekki með neitt helviti skjátt. Það er rétt, ef þú mættir velja hvert sem er til þess að halda tónleika á Íslandi núna á þessu ári, hvað myndir þú velja þér? Hvað myndir þið mest langar til að fá til Íslands? Fá til Íslands? Þú spyrir ekki Stonesar að þessu, sko. Já, þeir eru náttúrulega aldrei komið, þú myndir vilja að fá Rolling Stones. Já. Samt ekki stundum, sko. Þeir eru sveppið, veistu hvað Rolling Stones Unplugged er? Dauðir. Já, en það er ekkert, sko, ég fíla ekki bara Rolling Stones, sko. Ég fíla Rolling Stones bara 62 til 2012 síðustu 50 ár. Já. Og saga þeirra og kalla. Já, ég hef alltaf gefið þér það. Þetta eru Rolling Stones, þetta eru legend, sko. Já, en svo líka er mér svolítið eigingjarn líka, sko. Ég vill ekki fá það á Ísland, sko. Þá sjá það allir. Já, og vilt svona eiga það pínu að þú hafi farið. Já, einmitt. Það er eitthvað sem þú ert að fara að tjekka bara hjá sjálfu þér. Nei, ég væri til í að fá U2 til Íslands, ég fíla þá, sko. Já. U2 maður flottir. Ég er búinn að vera 2 tónleika með þeim. Já, ég hef aldrei farið á það, sko. Það er svona alveg, veist, það er flott band og... Já, það er það sem er gott við þá, sko, að þeir eiga svo geðveikt mikið að lögum. Það er alveg sama hvað er byrjað, þú fílar alltaf. Já, það er nefnilega ekkert mörg bönd þannig, sko. Nei, ég er alveg sammála þeim. Ég er svo, Æsland ekki erfið, sko, veist, eins og mér finnst það frábært konsept í heild sinni, frá A til Ö og hvetja alla til þess að kynna sér það nánar. Já. Þá finnst mér það bara drasl. Þú varst að hrósa svo, kallar það svo drasl? Já, fyrir mig, manneskjuna Sverrir Þór. Já, því þú þekkir ekki böndin þar og svona. Já, mér finnst ekki gaman að standa í röð fyrir utan listasafni til þess að fara að sjá Johnny English eða, veist, einhvern svona gæja sem á einhver segir bara, já, það, ég meina þessi gæja, hann lítur út fyrir að verða stór. Maður bara, já, ok, ég ætla bara að fara að pæla í honum þegar hann orðið stór. Já, það var svona einn daginn. Það heillar mig ekkert að standa. Vinir mínir eru alltaf að reyna að draga mig á tónleika með loðin í úlpu eða eitthvað svona kjaftaði. Mér finnst það ekki gaman.
Nei, en svo eru náttúrulega til menn. Það styttist í Icelandic Airways núna. Já. Og þá eru náttúrulega til menn eins og Jón Gunnar Geirdal og fleiri sem gera mann geðbilaðan með statusum og bara fuck, Siggi, lover, æðislegur. Já. Sulta, stórkostleg. Er á leiðin að sjá Sultu í listasafninu. Já. Ung band á ferðinni. Já, það heillar mikið neitt, sko. Ég er ótrúlega mikill bólur, sko. Við eigum það sameiginlegt. Já. Og veist, ef að það væri, skilurðu, Björk í höllinni, eða Helgi Björns í Staðaskála, ég væri á leiðin upp í Staðaskála. Það er bara þannig. Vertu þú sjálfur. Að vera með bara út á brettinu í ræktinu og svona. Já. Keyrið vel áfram. I can feel it too. En klukkan eins og að verða 6 á þessum þriðjudegi. Við Sverrir Þór Sverrisson þökkum ykkur kærlega fyrir hlustununa í dag. Takk ég vel á myndir Rikka G. Hann verður þetta með ykkur til 9 þessi litli bangsi. Svo verður við Pétur Jón Sigfússon mættir þetta morgun klukkan 4 og þá verður það örugglega Tong og karaoke og fleira. Fastir liðir á miðvikudum. Sveppi, takk fyrir daginn. Já, og þangað til næst. Verið hress og ekkert stress. Og bless. Við erum rugglaðir. Þar ég að skulda þér heim? Já. Þá verður það að fara að drífa okkur. Ójá. Því ætli ræktina. Í námunni fá námsmenn 2 fyrir 1. Bættu okkur vinningshöfum. Fyrsti vinningur gæti orðið 1,5 milljarður króna. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Trúle uppistandsserían á gullöldinni miðvikudagskvöld. Framkoma Beggi Blindi, Björk Jakobs og fyndnasti maður Íslands Daniel Geir Moritz. Frítt inn og tilboð á barnum. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Ertu klár fyrir margfalda skemmtun í Egilshöllum í dag? Mættu á svæðið. FM 95